Fyrsti dagurinn í febrúar 28. mars hefst á morgun og FM 95 blöður hafið göngu sína hér á þessum drottins dýrðar föstudegi. Þetta er stór föstudagur hjá okkur Steinda hér og Sveppa og Pétri því að alheimsdraumurinn er frumsýndur í kvöld og byrjar á stöð 2 klukkan 18:55 strax eftir fréttir en ég bara það er fullu bátu drengi, hvernig eru þið? Ég er bara svo ánægður að þú tókst sjárat á okkar mann á Efrihæðinni hana, ég heyri það. Já, ég ætla aðeins að fara hérna því að Egil kom inn á daginn, JC is so hot right now. JC is the shit. Það er líka flott veður úti. Ég veit það. Þú sér það, hann getur verið lunginn með pensilinn okkar maður á Efrihæðinni. Það er ekki að kvarta undir þessu? Nei, það er bara sól úti. En blöð, manstu, það er svona 10 ár sem ég og þú byrjum að promóta JC. Já, við hefum alltaf verið miklu og við fengum lestur. Já. Við vorum fíbl og fáiðar og áður, hörðu. Það var hlegið okkur. Hverjir eru grenjandi úr hlátri í það? Ég og þú. Er það ekki? Það við þrýr. Við vissum alveg hvað. Award winning song. Vatnaskóur sendi mér e-mail. Gæi stjórnir í vatnaskó. Blessaður, eru þið ekki að fara að mæta það? Já, líka að vera að koma í einhverja fermingur og eitthvað. Já, sko, við erum að fara Við erum ótaf bara einhverju choir. Það er búið að bjóða okkur að koma á gig í kirkju og við erum búin að segja já takk, við mætum. Við þurfum að fá Mountain Boys með okkur. Það er ekki nema 30. Þetta mæta þeir. Já, hvað hérna Mountain Boys? Þeir mæta alltaf. Eru ekki glaðir með það? Mér finnst að fjallabræður eiga markasett sér erlendis núna sem Mountain Boys og fara úr og ofan með axlabönd olíubotnir Mountain Boys. Þið voru lítið að markasett þessi sko. Nei, ég held að málega þeir og akkur olíuborðir með axlabönd. Nei, bara því ég sé fyrir Mountain Boys 30 kallmenn, olíuborðnir þeir kunna allir að hella í sig, það er bara 10. Þetta er bara svona við þurfum að fá þá í höllin. Það þarf að vera með þá í höllin. Það er eitt sem er örugt að þeir mæti í höllin. Við gætum reyndar spurt hvort þið væri til í að vera með axlabönd og olíuborðir í höllinni. Já, sko Mercedes Club er að koma hérna með eitthvað comeback þar, hefur ekki láta þau bara svolítið að sjá. Það er olíja þar sko. Gasmaðurinn er að æfa í 5-7 tíma á dag núna og það er 3 mánuður í þetta gig. En er á fundinu? Sko, ég get lofa þjóðinni að gasmaðurinn mæti með þykkt í höllina. Það einu sem ég get lofaður. Það er gott að vita að það er alveg þykkt. Já, þú veist, það þarf ekki að spyrja því, hann mæti með þykkt. Það er líklega ekki bara kreatífi, sko, og svo miklu mestari, sko. Nei, fyrst er áttur í kvöld, við sýndum fyrstu 2 þættina á miðvikudaginn og í bíó, það var stemming. Já, sko. Virkilega gaman. Shit, hvað þetta var, fyndi, guðminn. Þetta er gott stöfn. Almáttu. Það er gaman að sjá 2 í einu. Ég er hugsað, hvenær hló ég og svo öskur hló síðast í bíó. Þetta er líklega verið bara, ég minna, hvað, dömmur eða? Ég er svona, hvenær þú oft fyrir bíó, kannski brosir ykkur atriðum, það er ekki að hlæja upp á. Ekki upp á. Nei, það var mikið hlæg, sem er ógeðslega gaman. Það er mjög gaman. Ég er ekki að segja, nei, þetta er ekki að spoila en svo guð minn almáttur. Ég get lofa ykkur því að allur salaskóli eins og hann leggur sig mun horfa í kvöld því að Gríslíkur minn er búin að móta þessa seríu að þú fekk að mæta á sýninguna. Það er ekki að ráða hana. Hún er búin að vera campaigning í salaskóli. Það er ekki að ráða hana í markastilt bara hérna hjá sín. Allur salaskóli er að selja. Það er eitt sem að getur lofað fólki sem er að fara horfi kvöld, þú veist út með það gott shit að enginn sem horfi verður fyrir vonbröðum, ekki einn. Þetta er gott, það er bara starfið, það var mikið leið allavega sem er gæðuslega gaman. Já, bara stemning. Það er náttúrulega atriði þarna sem er reyndar ekki kvöld, það er í þætti 2 sem er bara með fyndara sem ég sé sko. Já, veist. Þegar Steindi tábrýtur sem næst í hann svo rætur sko. Ég held ég hafi samt tábrótið mig af því að það gerðist eitthvað þarna sko af því að það er ekkert gifs, tá er ekkert gifsuð þú fer ekkert að láta mynda á því tánna. Ég fyrstu óó. Nei, þetta er nefnilega ekki óó af því að hvenar, við erum búin að stríða blöð ofta óó við sínum sko. Það er smá munur á tábrótið og papercut sko, málega þetta gerðist við vorum í tökunum í ágúst. Nei, september. Ok, það er okt, nóf, des, jan, feb, mass núna, það er hálft ár og ég er ennþá, ég bara ligg upp í sófa á kvöldin og bara með verki í tanni. Þannig að þú heldur að það er brotnað? Já, það gerist eitthvað, kannski brákast eða eitthvað, ég er lengi að ríkóða. Bráka þá ætti að vera búin að jæfna sig. Já, ætti að vera búin að jæfna sig. Braka líka furðu líni, á ég heila ykkur að heyri mækinu. Já, ég finna að tjekka á Þetta er ekki gott radio. Steinþór Jú, þetta var þetta er hérna þetta var þetta hefur verið mynd sko en þetta er mynd og finnir samt hvað þetta er sko en það sem gerðist í þessu svo fólk veit eitthvað það gerðist við bara tás og borðið og voru nýlendir í Ástralíu
Og þegar ég sæna minn á herbyggi Smá brekka hana Já, og þegar við sænum okkur inn á herbyggi þá kónguló á stærð við þú veist, ég hef aldrei séð svona stór ég hef ekki séð svona stóra kónguló bara ekki einu svona bara ljósmynd af henni Ég held hún að það líka verið hættuleg sko. Nei, ég er nefnilega sko, við lítum hringja Hvað típa þetta var? Var þetta bara svo hlaupandi bángsið? Nei, sko, við erum með fixer og það sem að fixer gerir eins og í draumnum það er sá sem að segja okkur hvert við að fara hvað er gott að taka upp, hvað má og hvað má ekki Það er alltaf með einnig svona í hverju landi sem er að hjálpa þér þannig að farið ekki fangelsi Einn insider Já, og það vildi svo leiðilega til að eina hótelið okkar sem var ekki með lobby við vorum í íbúðum í Ástralíu Þannig að það var ekkert lobby Gast ekki hringt Nei, þú gast ekki panta neitt Komið okkar Það er kóngulóðin, annars hefði alltaf gert það Mér er aldrei liðið jafn illa Já, ég hefði á einu hóteli Þarna hef ég ekki verið cool, ég get lofa okkur því Ég tók mynd af kóngulóni og sendi á fixerinn okkar This is in our bathroom, is it dangerous? Það er bara no, sendi mér svona voice hérna með No, it's a huntsman, no, it's okay It's a huntsman, það er samt, akkur hljómar er svo að huntsman sé Það eru bara stórar en það eru hérna ekki hættulegar Nei, þetta var pottið eitthvað annað og stórhættulegt maður Það er bara verið að róa þig Okkur heldur að ég þorað að labba á eftir þessu, það þurfti einhver að ná henni Máli, ok, við erum að töði vera að búa hérna í Íslandi En sko, Þú töðar eiginlega mest Já, en Ástralíu, þeir eru hinum með á helst nettunum Og okkur 9 af 10 hættlösi dýri með heimi eru þar Ég veit það Ég er bara held ánægður að vera hér, já, grís En Og veistu hvernig þetta er mér að segja í Ástralíu? Ef þú ert að ferðast þar, að ferða sem ferðamaður eða býrðar hverjum einasta mótni áttu að taka skónn okkar snúa þeim við og hrista á af því að það geti verið sportir Sko, kíkja undir closet sitter Ég ger þetta á mótnana hérna úti Á Íslandi? Já Hvað heldur að sé bara eitthvað ormar í stílunni? Ég er animal lover, ég er búin að sjá svo marga þætti með þetta Ég veit að ég er ekki kóngulóiðin, ég ger þetta alltaf samt Ég er eitthvað rugglaður, hörðu Huntsman spiders are venomous but it's not considered dangerous however Ég ætla ekki að vera leiðilega með minni sem var að róa þegar sniður sko. The bite can be quite painful and may cause mild Þetta drast býtu þig, það er ekki það heilægt sko Hann var ekkert að minnast á það Hann basically sagði, hún er ekki að drepa þig En þú er ekki vilja að bita En hún er líka svo snögg og það er stökkva Hún stökk frá einu veggin They are known for the speed and ability Þannig að þeir eru extremely quick Ég fengi þennan lestur þegar hún var að nynni, þá hef ég aldrei veitt það Ég get bara staðfesta Ég get líka sagt ykkur Þegar ég geta kakkalaka svona, þeir eru gott að hafa á heimilinu í rauninni út með kakkalaka, þeir bara sláta þeim En veistu hvernig hljóðið þín er? Af því að þú er aldrei heyrt íslenska kónguló hvæsa Hún lappa bara í grasinu Þú heyrir svona Nei Jú, þú heyrir hljóði Segum þetta að ljúa Nei, þú heyrir hljóði Þetta er satt Og hérna Hún er svo stór Hún er stærri En þetta er drábæðan ekki, þið bara hleyftuð henn út Nei, við bara leiðum henn, hún fór upp í 2 Sástu ekki þeirri Hún er stærri en hendina mér Það var þetta velgerð, í staðið fyrir að taka okkur skó og kremjana Ég var ekki fara að drepa hana En veistu hvað, ég spurði svo gaurarna Ég sagði bara, ég var að sjá stæðstu kónguló bara sem ég séð á æminni og allt þetta Hann var bara, heyrðu, þú veist að við erum inni í bænum Ég bara, hvað mennur? Þú veist að kóngulær, að þú keirir hérna út í sveit Það eru 10 sem stærri Þú veist að það verði ekki svona Ég aldrei til Ástralíu Nei, ég get staðfest að ég mun aldrei Nei, veistu það, ég mun aldrei fara aftur til Ástralíu Ekki nema að væri eitthvað sem ég verði að gera Því að ferðalagið er hræðilegt En Timmy Trumpet þarf að taka þetta ferðalag hinga Hann er að fljúa hinga Hann er að fara á Ástralíu Hann er að fara að sippa sér Það er þetta rosalega Er hann ekki á einhverjum heimstúri eða eitthvað? Nei, hann er bara Ég held að gigga 300 helgar á ári Jú, vissulega En Ástrali Núna ef það er 1. mars á morgun Mars, apríl, mæ Það er bara rúmið 2 mánuðir í fermingauslinu Í höfðinni Það eru 2 mánuðir Á morgun 1. mars Svo kemur apríl og við erum í mæ Mars, apríl, 3 mánuðir Þetta er lok Eða bara, nú er þetta síðasti dagur Feb Og giggið okkar er síðasta dag Við eigum ennþá eftir að tilkynna 3 artista Og 1 nafnið er Rísa Basically er það þannig að höllin væri uppselt núna Það er bara staðan er bara þannig Sko gamla höllin væri uppselt Það þyrftu ekki lengur að minnast á þetta gig Þetta er bara game over En við okkur langar að fylla stóru höllina Sem er, hvað komum við mörgum að þinn? Það komast 10.000 Með leið fyrir 10 En að málega er hérna Það sem væri ógeðslega gaman Þetta stjórnum við ekki því Ef það er gott viður hana Þá og getur lænað upp tjaldi verður bara háti, Dr. Viktor og græjunar og nett 900 grill, þjóðáttíðastemning allir úti og hérna og sippar í þig
En það veldur Það er erfitt að treysta á gott veður í Íslandi, það er við gaml ætlum að sko, það er gaml. Þetta er samt í talandi lok mæ. Drauminn, þá vil ég líka minna hlustendur á að við drengirnir, ég, Steindi, Sveppi og Pétur verðum allir í Kringlunni á sunnudaginn. Það er risa ratleikur og rosalegi vinningar í boði og við ætlum að vera árita plaggötu þarna eitthvað. Þetta er frá 2 til 4 í Kringlunni, þannig að endilega komið með krakkana með, kikið heimsókn og bara gefið high five. Við hvetjum þjóðina til að mæta, gefa okkur high five, sem að sæna póstera og árita plaggötu og eitthvað. svo áttu séns að vinna fyrir frítt, fyrir enga krónur. Hvað er low-kerið þarna? Þetta fer ekki fram hjá þér í Kringlunni. Það er stóri þessi kringla sko. Erum við ekki bara niðri? Það eru lukkuhjól og ratleikur eitthvað, þú munt finna þetta. Þú veist að basically það verður ratleikur umhver fólk mætir og tekur þátt í leiknum og finna hluti út alla Kringlu, þetta er stefning. Og að mæta með þau 100% sko. En ég ætlum að fara við þáttinn og hann er svolítið til einhverja draumnum í dag því að Sveppi og Pétur, þeir ætla að kíkja þetta í heimsókn eftir. Við tökum upp klefa með þeim í dag og ætlum að fá þá í spjall. Hvað er spurningkeppni Gilsarans? King of Dreaming. Út á draumnum. Það er þú favorite blöð. Af því að þú ert að lappum og róta í blómapottum. Þessi seasonal. Býtu, höfum við keppt í þessu? Já, ég fór í skjalið. Ég hendi ykkur í þetta þegar áður þið fór út 30. ágúst 2024. Það stutt síðan. Já, það er rétt áður fór í það heimskur að ég var ekki með þetta að skrifa niður. Það er ekki hugmynd að ég hendi ykkur í King of Dreaming. Ég myndi ekki eftir því. Það rennur allt í eitt. Ég er líka 14 ár sko. 14, já, þetta rennur allt í eitt. Við erum líka með, skal ég eitthvað segja, Brandarhótt pappan Steinda. Já. Ekki? Seniorstæður litla strengi sem ætlar að gefa út bókum jól. Sko, eða fara í samkeppni við Sóla og Ara og alltaf sem eru með jólamarkaðinn og vera með stand-up einhvers staðar. En pabbi minn, ég er komin núna með nýja reglu. Ég hlusta ekki fyrir. Nei, ég fíla það, þannig að þú ert að fá þetta á sama tíma. Já, ég vil fá þetta fest líka. En þú veist að ef maður fer yfir striki þá þú köttar það ekki, við erum live. Ég er ekkert að fara yfir striki. Ég fíla, ég er sko til að gamble. Hvað er það að segja pæli því út að pabbi minn fari ykkur yfir striki? Ég mist alltaf nei. Heldur hann sem var hendið ykkur að rasista brandar eða eitthvað svoleiðis? Það væri eitthvað skellur að væri eitthvað svoleiðis? Já, það væri mjög sérstakt. Það er þá sem hlusta live sem ná því. En drengir, fyrir utan það að hann sendi sko á mig núna. Þessir eru helvíti sterkir í dag. Hann sendi á mig sko brandarna. Svo sagði hann, þeir eru helvíti sterkir í dag. Ég er spenntur að heyra það sjálfur sko. Þegar þú gafst náttúrulega sko, þú gafst honum fallengun á alla veitni að tvo. En þú gafst honum fallengun á einn. Já, það var eitt sem var bara ekki góður. Fjórðungsjúkur. Hann tekur það á kassan með breytt bak sko. Það er hlutaði að vera komin í sjópis. Þú voru að taka gagnrýni. Þú ert að segja með pabbi minn sem komin í sjópis. Hann er það. Það er stórt. Ég verð að senda kveðju. Einn af okkar bestu mönnum, líklega mesta fyllibetta sem hafnfinningar hafa átt, og ég tala það hafa verið helviti margir. Og þetta er, ég segi bara HM í fyllibettu og þessi gæi tekur gullið heim sko. Það er rosa. Örvar Guðmundsson, dauðadraslið. Hann er núna fullur á tenni að hlusta. Ég var að fá mynda á hann. Kallar hann dauðadraslið? Hann bara kallaði það. Er hann ekki bara kallaði dauði? Hann er bara kallaði dauði. Ég er alltaf bara dauðan. Konan hans kallar hann dauðadrasli. Ég segi allir vinnast, allir best. Og hann er að hlusta hann á tenni alveg blind full. Og ég sendi pepp. Ég teki nokkra kalda með dauðunum í hitta. Það er mjög gaman. Ég ætla bara að segja það. Ég held, mitt gísk hérna er að hann sé bara kallaði dauðin og hann er komin á 3. bjór. En ekki dauðadraslið sem er búið með 3 flöskur núna. Hann er ofurulvi. Er hann ofurulvi? Ég er hann ofurulvi. Ég er bara að grínast. En ekki þetta konunars kalla hann ekki dauðadrasli. Ég dæma hann ekki, er ekki dauðin klukkutíma undan okkur á tenni? Já, sami tími. Ekki sama klukka? Ég dæma hann ekki, heldur ekki. Ég er bara dauðu. Akkur er við ekki að tenni núna félagarnir alltaf að þessu helvis klaka. Hvað meinar þau? Þú getur ekki sagt þetta. Þú ert alltaf. Þú varst úti. Af hverju er þetta tenni? Þú varst allan í janúar. Nýmættur þetta sko. En þá var ég verið í ammali. Það var ammali á Coldfather, svo var ammali á Gamla í Nóg. Þetta er alltaf ammælisveislur. Út með góða afsökun til að grúti. Mér finnst að þú eigir ekki að fara til Tenerife aftur fyrir á næsta ári. Það er bara my personal opinion. Ef ég næ ykkur út 1. til 31. jan, það verður geðsjúkt. Þá erum við tökum þættina þar. En það verður erfitt, það er þorrablót sísón maður. Það er alltaf öðru hverju giggi þar. En búið að sæna ykkur inn í
hvort ekki Garðabæði og Kópavogur næsta ári. Ef við ekki sæna febrúar bara frekar. Já, förum í febrúar bara. Ok. Það var útborgað í dag. Það er, the sun is shining. Það er nána, sjáu það er bara sól á Þróttararmerkið. Já. Ef við erum hreinskilnis. Þetta er það. Og það er föstudagur. Það er að koma massa á morgun. Ég held að séu allir í því líkum gís. Langt séðan Egil tjekka á sóla. Það búið kvart á það. Var hann ekki? Allir búin að útborgar. Nú segja fólk að sæna sig inn í höllina 31. maí. Klára miðakaupin, let's go. Tix.is og ég get lofa ykkur að hvað? Nei, ég bara í reyfitum. Svo stefn, þú veit með höllinni. Þegar að hala róana fólki frá Suðurlandsbraut rölti niður, mörg þúsund manns að góðan að motherfucking gig. Það er svo mikið djöfusins pepp. Ég fæ bara svona yðninga að hugsa út í þetta. Þetta er 31. maí, tryggja ykkur mitt á tix.is. En það sem ég ætlaði að segja er að það var útborgunardagur. Það er the sun is shining. Það er föstudagur, draumurinn í kvöld. Það verður líf í bænum. Ég segi að þið að blasta þessu hérna núna og kom ykkur í gýrin. Þetta er lag. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Það er ekki flókið hver er svo besti, það er hann Guð. Annars eru það að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, við erum í gýr, drengir. Það er 3 í gýr í dag. Já. 5, maður er í góðu skapi. Ég meira þess að Ég hef aldrei verið betri. Ég er jafnvelstrákar að meta hvort ég fái mér í kvöld. Það er málið. Já, eitthvað heima bara í kósi. Ef einhver á það skilið, þá var það Ég veit að það stóðfakk. fara út á lífið. Ég er bara innan bæjar að því að Pétur Jóhann er með uppistandi leikari. Já. Þannig að það tekur mig 3 myndir að lappa hann yfir og Alltaf að fara á það. ég er búin að Kíkja á okkar besta mann. Já, við Jöfull erum er sá meistari fyndið. Við erum nokkri menn hérna sem erum heitir að hittast og taka Það verður no painer. Já. Hann fyrir að kostum í þáttunum. Hvað getur Pírur selt margar tickets í hlékar? Hvað tekur þetta 300 manna venni? Hlékarður Þú varst alveg með ekki, það var stónimakki, þitt var það. Já, þú ert með standandi gig, bara báð. En þetta er gig uppstandið alltaf sittandi. Já, þú veist, ef þú ert með standandi þá kemur þú kannski 500 manns eða eitthvað, alveg sveitaball. En ef þú ert með sittandi, ég myndi að gíska að væri kannski 200 og líka flott sjó. Og skemmtileg krát, það er fyllibittur hann í Mosó. Það er ekkert að kenna liði í Mosó að drekka. Hilmar Sinni Vilfur 100%. Himmi í Það er búin að lemja hans á harfisku daginn og það fagnaði Himmi er búin að rífa hlékarð í gang. Já, en það var 12 ára grislingur ef að gefa honum smá slaka með það. Myndu hverjum hérna Já, Simmi Þurft að fara allan vellinu. Já, hvað var þetta? Var þetta bara átök á vellinu? Hversu oft hefur King Blue verið í að veistúkur einhvern veginn sem hann á ekki að vera Veistu hvað, erfitt fyrir Blue að fagna ekki? Ég hef lengt í þessu saman þeim. Mér hefur verið vísað út af vellinu. Eiður græjaði með það fyrir mig Chelsea með þeim og Rúni jafnaði og ég er ekki að íkja það. Ég gerði svona með hendina bara. Á móti Eið? Nei, hann var löngu hættur að spila. Já, ok. Bara með eitthvað sambund til Chelsea. Og og það var einn gaur sem sátt. Ég fagnaði ekki, ég rópaði ekki, ég sagði ekki neitt. Þú bara svona kreftin nefan og bara svona hristir höndina í og það bara gaur við hliðan hann sem sá, þú kreppir ekki svona nefan eins og ég gerði ef þú ert að Þú varst bara Þú sagðir ekki bara ég er með gikt hérna, ég var að reyna aðeins að Ég sagði bara no, I'm a Chelsea fan eitthvað, no Herru, þú veist, það bara bilaðist allt og kom einhver hérna vörður og sagði herru, hérna, verið sniðut fyrir að fara vellinum ég bara, hann bara, nei, þú ert alltaf á þinn eigin ábyrgð ég bara, ok, sat aðeins áfram svo kom bara 3 verðir og þá hérna var það búið að spyrjast út að þetta berja mig eftir leik þannig að hann bara, ég myndi fara núna ef ég verð En af hverju hérna Státtu bara að lemja mig Þeir eru ekki fucking around Nei, en þú veist Ég sagði í Dr. Fútból í dag þetta er ekkit bara, hérna, það er ekkit verið að kasta í þig einhverjum plastbólla bara eins og Íslandi eða með einhverja stæla Nei, þetta er bara Hérna fengir þú hambúrgar í álpapír Nei, þú fengir bara svona tóman kaffibólla kannski Hættu hann í bakið og bara hættu þessu Samt eiginlega ekki, þú getur að fara í að veistúkur á Vótahóðvellinum og fagnað öllu með durð ekki lamun svo harðfisk Nei, þetta er ekki í menningunni Þórgunni þráin skimur ekki til þín og bara hörðu ég myndi svona ráðlega gera að fara Þetta er í menningunni Þetta er ekki í menningunni hér Erum við með eitthvað íþrótt sem er handbolti er náttúrulega, það er meiri hostile stemning þar Það er meira í menningunni líka, sko. Já, en handbolti er ekki Ísland samt að þú ættir að velja eina íþrótt Er þetta ekki handboltaþjóð? Hefur alltaf landsliði Já, ég elsku handbolta En samt, þetta er fólk kannski allt Ég veit það Fútból, basketball, líka góð í öllu sem er veistla Já, konur á hérna konur á Evrópum út í handbolta Nei, fótbolta, nei, jésus Hvað er að gerast? Já, líka, við erum bara að setja niður þrista
Ég treysti mig til þess að ég með faglega þekking á því sko. Mér finnst reyndar þreytt þegar öll liðin reyna alltaf bara að þrista. Ég vil vera til þess að tróðuslur. Við Steindi vorum að skemmta á Þórðarblóti Grindavík sko, fyrsta sem við sáum í The Crowd Guðma Braga. Já, hann píkulíll eftir ég pakka honum saman. Ég gaf honum sjárátt, nei Guðmi Braga, hann náttúrulega svo hávaksin. Guðmi Braga píkulítill í það. Hann technically við 205, hann eins og tiny little smurf. Egil segir hann að við erum með ég klíndi þrist í andlit. Hans Egil segir hann að við erum með duttu. Ég hef hitt Guðma eftir þetta. Ég eðilega lífans. Ég segja bara, hann game over þetta. Veistu hvað Guðmi Braga sagði við mig? Hann sagði, herru, gerðum við einn greiða, skoðaði klippuna sem hann alltaf talum. Ég bara, ok. Ég heyrði Svessa, ég bara Svessi, manstu áttu klippuna þarna sem þristans Egil satt í þessum stjörnuleik. Sendi, það sést ekki Guðma Braga í skotinu. Það geta allir sett niður þrist undir engri pressu. Ég er með legendið fram King Guðma Braga. Já, hann ekki andlitið. Og hann var svona með eitthvað kokki svip. Hvað ætlar að gera? Hey, muscle clown, hvað ætlar að gera? Boom, þristur. Ég sagði líka, hvað ætlar að gera í þessu drastlið? Það hefur ekki heyrst í honum síðan. Egil býr rent frí í hausnum á honum nú. Hann hatar. Ég held reyndar að Guðma gæti ekki með það sama. Herðu, tilbúin í slúður, drengir. Ég ætla að byrja á Justin Timberlake. Hann er að fá alvöru skít frá aðdándu sínum í dag. Er það mögulegt að hann er motherfucking asshole? Þetta sko, hann er á tónleikaferðalagi og hann þurfti að cancela giggi í gær sem er alveg skiljanlegt. Hann stendur hér, he got the flu og þurfti að cancela, en ástæðan fyrir að aðdándur hans eru brjálæðir, hann setti hann cancelaði tónleikunum 10 mínútum áður en hurðin opnaði. Þannig að það voru mörg þúsund manns mætt komin í höllina og þá bara kemur á Instagraminu honum 10 mínútum áður að opna inn, bara herru, ég er veikur og ég get ekki tekið giggi, eitthvað, voru allir saman að það að ég væri búin að missa röddina á. Veikur? Já. Hver ringir sinn veikan? Hafið hringt ykkur en veika bara eftir að þið hættuð í grunnskóla eða eitthvað, skilur? Ég er náttúrulega oft hringt með en veikan, já, en ekki kannski svona seinni tíð. I'm so sorry to postpone tonight's show. I have an injury that is preventing me from performing. I'm so disappointed not to see you all, but I'm working to reschedule ASAP. I promise I'll make it up to you and give you the show you deserve. Thank you guys for understanding. Appreciate your support always. JT. Nefna það, þau voru ekki hann fekk rosalega skít. Það var allir að hver verður veikur og missir röddina nokkrum mínútum, akkur senda hann ekki fyrir 4 dögum áður, bara herru, ég er bara greinilega ég verði að liða sér flög inn við tapmargar homo fyrir þessu reschedule kosti, sko. Svo er þetta líka, veist hvað er dört í þessum bransa fyrir fólk sem er að fljúa inn, þetta get ég bara staðfest að því ég lendi í sjálfur, við drengirnir pöntuðum allir með á Bon Jovi, var að fara að sjá hann í fyrsta sinni Madison Square Garden, sjaldan verið að peppa þetta er svona 2016-2017 við vorum að bardum á það í New York It's my life ég var að deyja ég var svo peppaður að fara að sjá Bon Jovi loksins taka Always og Bed of Roses og allt. Kroksarðir allir hann kallinn fæ bronkitis og hendur inn hvað er það? Cancer, það er eitthvað við röttina eða eitthvað delli dæmið það? Nei, bronkitis nei, það er það ekki bara eitthvað svona eins og þetta er bara að fara út í hálsin og bara með slím og eitthvað þetta er ekkert eitthvað delli nema, við fengum ekki endurgreitt af því hann, he rescheduled fattar við, við vorum ekki að fara að fljúa aftur til New York eftir 3 vikur þá sendur ekkert mail og segir endurgreitt, nei, þetta er bara giggið þér, það er bara nýja dagsinn af því hann cancela ekki tónleikunum, hann bara breytti dagsetningu og það færði ekki endurgreitt en veistu hvað, ég, sko, málega það þóttu fáir, hvað heitir þetta aftur? Bronkitis já, hálsbólgu er það ekki annar orðið við það? Nei, þetta er svona eitthvað aðeins verða það er sýking ok, þú ert eiginlega mjög randlaus ég, þú veist, þá frekar að mæta og segja bara, herru, sorry, ég er veikur mér langaði samt að vera hérna og ég mun hljóma fáránlega Always bara falskt og leðil þú myndir freka cancel ekki það er eins og það sé alveg fárveikur það var ekki endurgreitt af því að he rescheduled við spurðum fá endurgreitt og bara nei, af því að tónleikarnir verða bara ekki í dag og hvenær voru þeir? þeir voru ykkur 3 vikum eða mánuðum sen og þeir hefnilega setja ykkur ekki aftur en þú getur ekki 10 myndu fyrir gig það er drulla ef þú veist þú ert tæpur bara cancel gefur, hann hæði sér aðdándur hans voru brjálæðir og það var víst algengast skrifað undir við þennan post var Cry Me a River og með þess að soundchecking fyrir já, það var skita talandi Justin, það er annars Justin í öllum slúður á öllum slúður síðan bara þessa dagan og það er okkar besti maður Justin Bieber elsku kalli hefur, já, þessi vídeo sem að vera detta af honum er ekki
Hvað maður að segja? Ná keislu Þetta lítur þannig út allavega eins og að sé eitthvað að ruggla á okkar manni sko. Mástu hvernig það byrjaði Krútt raskat, eitthvað syngjand á YouTube eitthvað mestu dúllur rass og fyrir nú er það bara Hann var búin að vera á góðum stað líka lengi núna Nýjan þaðir og bara ekki vera að batna sérna þið búin að sjá vídeo af hann sem hann að tala við konuna á einhverju opun og róti á konuna hans og hann svona brosandi að klóra sér allan líka maður Það leit ekki vel út sko En ég var að tala við eitthvað Ég held að séu flestir sem er að hlusta búin að sjá þetta vídeo Þetta fór út allt, þetta var væral Hann stendur svona brosandi að klóra sér í lærinu En ég var að tala við eitthvað bara til þess að miðvikudaginn Hafði ég verið að tala við þig Steindi Þú hefði verið svona eins og hann var að það með sólgleru Hlæjandi yfir einhverju bara engu Ég hafði spurt bara, er ekki lægir með þig? Það er ekki aldrei gott að klæja svona mikið Það er alltaf aldrei jákvæmt sko En ég er ekki að gríðast, ég myndi spyrja bara, hvað er í gangi? Ég menn, hann er ekki að mikrodósa svo bubbi sko Það er bara í kyrstlu Gamaldags Lítur þannig út Það var gaman að vita hvað hann er að taka sko Umbóðsmaðurinn hans sagði var brjálar yfir því að væri ykkur miðlar að tala að hann væri á kyrstlu og sagði að það væri algjört kjaftaði og lét einhverja miðla heyra Svo er það síðasta slúðrið og það er okkar maður Kanye West og eiginkona hans Bianca Censori Það er ekki hægt saman það? Þetta er áhugaverð slúður Hann mætti sem sagt á einhverja frumsýningu á laugardagskvöldi og með henni nema nú hún var undir einhverja skikkju allan tíman og mennur að veltaði fyrir sig hvort þetta hafi nokkuð verið hún Málið að skikkjan er líka vannmetin við erum alltaf fundist góð skikkja hún er bara vannmyndin Sko það stendur hérna, hjóninu sögðu að haga sér undarlega á frumsýningunni en þau sátu langt frá frumsýningagestum umkringt öryggisvörðum og Censori faldi sig undir skikkjunni allt kvöldi og nú eru getgáttur uppi hvort að Vesta fengi einhverja aðra konu til að fylgja sér á frumsýninguna til þess að þakka niður í svona skilnaðar orðrómi sem er í gangi Var ekki rétt síðan að það var í búið? Ég hef búin að lesa það líka og fjalla það þetta nýjum blöð Það er bara manjur Það er ekki Já, maður veit ekki hvað var undir skikkjunni Það verður ekki ekki þess vegna Já, þess vegna Ég var það En þetta var slúðlis, svo náttúrulega rest in peace Gene Hackman Já, þetta er svakalegt Stór þau hjónin og hundin Ég veit það Sá ég líka Hvað drepastu bara bæði á sömu sekund upp í rúmið það? Það er ekki heldur ólíklegt Þetta er mjög skrítið Líka Þetta er mjög, því að hún er líka Hún var 63 Sko, hann er 95 Hann var 63? Já, hún er svo var 63 En hann er 95 Ég held að það væri bara einhvern veginn Sko, hann var 95 og var búin að vera veikur sko Eitthvað gasleki, eitthvað anskutin heima Sko, þetta er samt lögreglan að byrja að rannsaka þetta núna aftur Já, líka því að sko dýrið er líka Já, þetta er líka samt þannig sko Það er öll sko á heim Alvöru legend Gene Hackman En ef þú ert 95 ára Er þá ekki alveg sama hvað gerist Þá er þetta natural causes Þú ert að lifa góðu lífi Jú, en hún er svo ung Hún er 60 og eitthvað Þú veist, þannig að þetta er mjög sérstætt Þetta er weird Þeir Sveppi og Pétur eru rétt ákomnir Við ætlum að ræða við þá aðeins draumur Og fara í skelltami með þeim En fyrst skuldum við auglýsingar FM 957 Þetta er að hlusta FM 957 hér á FM 957 og við erum komni með góða gesti hingað í stúdíu. Þetta eru tveir drengir sem við þekkjum ágætlega og það eru þeir Pétur Jóhann og Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull. Verið velkomnir drengir. Og það er ekkert ástæðulausu að þið eru mættir hérna til okkur í dag. Við ætlum að taka eitt klef á eftir. Fyrst bara svona létt og gott spjall því að alheimsdraumurinn byrjar á Stöð 2 í kvöld 18:55. Það er rosalegt sko. Og þetta er stórt maður. Það er orðið helviti langt síðan að það var draumur sýndur. Er ekki 7 ár síðan? 7 hvað, 2018? Er 7 ár síðan? Já. 7 er mikið maður. Já. Hérna, en kvöld fyrsta sinni 7 ár sem ekki með nýr draumaháttur. Ég finn líka, fólk er peppa. Já, ég vildi nýja draum sko. Já, ég heyri þetta mjög reglulega svona bara, hvernig kemur nýr draumur? Já og maður bara, ég veit ekki maður. Þetta er svona algengasta spurning sem maður fær frá yngri kynslóðin nýr draumur sko. Já, sýndum 2 þætti á miðvikudaginn og mikil hegi og gaman. Já, þetta er gott stöf sko. Þannig að það er stemming. Það var líka, við lögðum líka dálítið upp með það að fara dálítið djart í þetta. Já. Gerir þetta almennilega. Þið fengu töluvert öðru í þessu leggheldur en við drengirnir. Já. Þið byrjuð í Afríku og við byrjum í Nýja-Sjálandi. Ég ætla að alveg gefa það upp. Já. Það er alltaf, við byrjum í Cape Town. En samt voru við algjör brasi þar sko. Eða svona, veist, leið og við lendum, þá gistum við eina nótt og fórum bara strax daginn eftir í 5 tíma bíltúr til þess að taka áskorun sko. Já. Hvernig fannst ykkur erfitt að vera í Afríku?
svona öðruvísi sko. Já, ég veit, jú, öðruvísi. Það var eiginlega allir þessi staðir frekar erfiðir, sko, nema náttúrulega bara fyrir þetta þegar við hittumst í Dubai í lokinn, sko. Þú veist, þetta er bara fyrir mitt leiti allt öðruvísi heldur en allt annað sem allir aðrir staðir sem við höfum farið á, sko. Já, þetta er svona að þið fenguð erfiðari staði heldur við Steindi, allavega bara svona með vídjón sem þið voru að senda okkur á hótelum ykkar. Akkurat, sko. Ég hugsaði stundum Auða þegar þið voru að senda vídjó, þegar að þið borðuðu náttúrulega geitakjöt í hvert mála því að það er svona örugasta til þess að borða og blöðarinn hefði ekki verið sáttur það sko. Nei, það var svona, þú veist, í Cape Town er allt í lagi, skilur þú getur fengið McDonalds í Cape Town en leður komin eitthvað svona út fyrir og eitthvað svona þá verður allt svona dálítið afríst og bara svona menning sem við þekkjum ekki sko. En ég er samt rosa glaður þó svo að þetta hafi verið erfiðari leggur og svona þá var gaman að taka hann sko. Mér finnst bara gaman að veist, og við erum alveg svolítið báðið þannig veist, og við sleppum ekkert góðu brasi það er bara niðurgangur og malavegir og sofi í skrýtnur hóteli og það er alveg svona stemming en það er alveg líjandi líka Þú fegst alveg hérna, nú er ég ekki að reyna að finna en þú fegst í magan og varst bara veikur niðurgangur nokkra daga ég held að það hefði aldrei glatt neitt mann jafn mikið og Pétur eins og ég með niðurgang Nei, við vitum það hvernig þessi maður er hann er endalaust pirraður ef einhver segist vera með ónot einhver stað það er bara svo gaman þegar hann lendir í einhver og er svo skömmustulugur við verðum að stöpa þeim voru legur einhver staðar fyrir gefið maður og maður er bara þetta er allt í læg Þú veist meina hefði þú fengið hennar niðurgang þá hefur öskrað hættu sem væli brjálar þú varst að skýta hana líbúr að skýta hana ég veit að maður fyrir Sveppi hefur hann hefur enga tolerans fyrir einhverju lumbru sko. Hann ennir ekki einhverju sem er með einhverja pest sko. En það fór þetta alveg ískikilegi töðurámi sko. Þú varst alveg í 2 vikur Nei, þetta er kannski svona vika smá niðurgangur og svona sko. En veist, þetta er að því að þetta er líka bara brasa þýleitinu til að þú ert ekki með bara stendi í Gústafsberg bara við liðina hvað sem er sko. Besta stöfið Það er ekki klósett út allt Nei, það voru nokkur skipti þar sem að maður þurfti að kúka bara beint í gat ekkert klósett, skilurðu pappír var bara orðin staðalbúnaður í bílnum En sem betur við nýttur þetta, það eru stig í boði fyrir að gera þetta úti Skít úti Það var öðru stig sem voru eiginlega gerð í gríni til þess að geta bara rætt þetta á einhverju umferði og haft gaman að þessu stigi Akkurat Maður bjóst ekki við að myndi ykkur taka þetta Þú framkvæmdir þetta stig Já, það var á leiðinni frá þegar við vorum í Eþjópíu held ég Við vorum í svona þú veist eins og getur séð fyrir þið bara svona safari þú veist þetta voru svona safari-jeppi svona landkrúsar ekkur og bara veginn bara eins og þvottabretti Mægin alveg í rugli og hann satt bara bókstala með báðar hendur á hérna handfanginu svo með upp í þakinu á bílnum svo horfði hann á mig og ég sá bara hvað hann var að hugsa I think we have to stop svo var þetta komið á þann stað sem bara stopp, ná og svo bara hljópa nú með engan pappír eða neitt Ítta á rauðatakan, takk í þetta Ég hef aldrei séð Sveppa ég reyðan úti yfir þessu atrið þetta atrið er nú ekki kvöld Ég gerði í því að koma og kíkja á hann með engan pappír sko kom fyrst til hans hvað segirðu náði pappír maður já, varst ekki með pappír með þér og hvað er þetta ekki að grínast það náði pappír og bara alveg raunverulega reyður svo kom ég með nokkra tæjur og leta hann hafa svona smá ég er miklu verið þetta og bara þú veist það var alltaf reyður sko Ég hef fríkað út af það sko ég er alveg bara, þetta er agalegt sko Svo með þess að bara í Dubai í liftun og voru 2 í liftu girta niður þessu og hallaði sér fram og spurði mig sérðu og ég bara hvað það voru með gillin að eftir þetta allt saman Nei, var hann að sína þér það? Já, ég fekk ekki að sjá það Megum við eitthvað að ræða það hér? Nei Mér er búin að koma inn á þetta blöða Mér er bara svo skrítið, mér lókaði ekkert að sjá þetta Nei Það, hún var nú orðin vinur minn á þessum tíma Þetta er svona lítill knappi við enda það sopið Það var bara hressandi að hafa hann sko Þetta er ekkert vesinni það í dag Nei, ég ger ekki neitt Ég bara var með þetta Leðum bara slæta Bara nýr vinnur
En hvað talandi þetta og öskra hvað þið hafið aldrei rifist eða í öllum þessu drömm? Já, ég hef mögulega rifist við Pétur. Já. En hann ekki við mig. Nei, hann leifir því bara ekkert að gerast. Nei, það voða erfitt að rífast við Pétur. Það rennur hægt ofan blóði. Já, það allir slagir og ef að maður eitthvað svona að reyna að æsa sig eitthvað þá kemur bara kallin eitthvað æst. Þú veist, það verður allt bara svona streita í kallinum í það maður. Það er ekki að fá það heima hér. Kemur bara eitthvað svona. Maður er bara, þetta gengur mér. Það er það lína sem er mjög erfitt að verjast, ertu ekki að fá það heima? Já. Bara jú, Það er ekki hægt að rífast eitthvað sem nennir því. Nei. Þannig að hann er alltaf glaður. Nú eru bara kipp í spottaðan og þá lagast allt. Þetta var líka, við höfum rættaði Steindi, við höfum hnakkrifst í drömm. En það var góð stemning í þessum. Það var ekkert reyfrildi eða neitt. Nei, Bara allt upp á 10. Já, búin að þroska svo mikið. Gæti að spila líka inn í að þetta var í fyrsta sinn í drömmum sem fáum allir okkar eigið herbyggi. Já, einmitt. Sem var luxusmagat, svo er bara einn á herbyggi. ég verða við ekki ég held einhvern veginn að ég, svona, ef ég horfði tilbaka þá sko finnst mér eiginlega mjög góður partur af þessu að vera í herbergi með Svepp. Ég meina hefði ég og Sveppir saman í drömm, við hefum alltaf bara verið saman í herbyggi. Þó svo það hefði staðið til bóða að vera einir. Alveg potið. Það er ekki hægt að vera með mér í herbyggi. Nei. Þú veist, ég myndi líta á Og þú búin að eyðileggja ferðina. Challenge, já, nei sko máli er að ég eins og í hinum draumunum þá hefur, sem sagt, í síðustu 2 draumum Það séu bara ekkert. Já, í síðustu 2 draumum var ég settur í herbyggi með honum Allan. Af því þeir sjóti báðir. Af því að hann hlýtur svo mikið líka. Já. Og það var alltaf bara, þetta var algjört ástandsamt sko, af því að við hljóttum báður svo mikið og vorum báður með eyrnatappa og heyrnatól með músiki, báður. Já. Samt var sko, og Allan er þannig ef hann leggst á bakkið á sofna hann, bara á svona 13-14 sekúndum bara. Já, bara ótrútt. Ég gleymi ekki þegar Steindi kom nýr í lobby og sagði við mig maður, Jesus, það er ekki hægt að sofa þegar nú Allan hann hrítur svo. Mér langaði að berja hann þannig bara eigin hagsmunasegurinn, bara fyrsta sinn sem hann lendir í þessu sjálfur að kvarta undan bara því það er ekki hægt að sofa hliðin hann. En hann alltaf kom með þetta á annan level sko. Nei, þú hlýtur. En það var svona stemning þegar við vorum svona, þetta var alltaf svona heiðursamkomla. Þetta var svona rúlletta hjá okkur. Við sátum bara svona á rúmstoknum og sikkur svona litlu rúmi hlið við hlið. Báðu líka svona pillukallar. 1, 2 og keppni byrjuð. Hver sofnar á undan og hver ætlar að vaka. Já, mér fannst það nefnilega gaman sko þegar við vorum saman á herbyggi. Þá vorum við að fá okkur eitt smá rauðvín og hlusta á tónlist og spjalla og svo sofnaði maður út úr spjallinu bara sko. Það er nefnilega kósi. Mér finnst ekkert gaman að vera einn á hótel. Þetta er eins og núna, við erum árið leysi. Mér langar bara að vera með eitthvað svona herbyggi. Ég var aldrei, en ég upplifði aldrei eitthvað, ég væri einn á herbyggi. Ég labbaði bara inn, pissaði, bustaði tennur, ég var aldrei einhvern veginn svona hanga inn á herbyggi. Nei, ég er að sammála það er svona. En lenduð einhvern tímann voruð einhvern tímann í hættu af því að eins og með dýra bara talandi Afríku, það er náttúrulega bara vilt dýr hann sama og við í Ástralíu. Sko það kemur í þessum þætti í kvöld þegar við fórum í driftið, við fórum að drifta African Drift. Það er rosalegt sko. Það var eina svona sem að því að sko þar var stelpan sem var með okkur fixerinn okkar. Hún sagði bara, við erum að fara, það er búið að færa driftið, það er í öðru hverfi en þetta er eitt hættulegasta hverfið í Suður Afríku og við þurfum að fara varlega og það er engin fíflaskapur. Það kemur ekki fram í þættinum. Nei. En það var svona í fyrsta skipti sem að maður sá að hún var orðin pínu smeyk við að fá okkur þangað. Það verður maður smegur sjálfur. Það var maður sjálf, svona eins og að vera með hrættan flugstjóða sko. Þetta er ógeðslega skrítið með draumar líka. Þú veist, þetta er eins og þegar við vorum í Kólumbíu, mann eftir því. Þá ertu með götu, þú getur labbað til hægri eða vinstri, þetta er sama gata. Öðrum megin ertu örugur, hinum megin ertu bara í alvöru vesinni nema þessi búið að láta alla vita og þann sem stjórnar þarna og hann er búin að gefa go og það þurfti að borga kingpinninu þar. Já, þú veist þannig að hann þurfti að gefa leyfi bara einhver glæpamaður sem að gaf leyfi að kemur hann inn. Ef þú verður ekki með fixer sem myndi segja þetta, þú veist, þetta er bara 50-50 séns og þú ert bara í alvöru vesinu og færir í vitlaus átt sko. Við fáum náttúrulega, það er endar í þætti 2 bara fyrsta sem býður okkar í Ástralíu bara rísa kongulónu herbygginu að steinda. Við íttum bara eftir saman og þú ert að skýta og bara ítt á rekk og ég kom neður og hún bara gómanna sko. Bara gegn. Ég tábraut mig í þessu atrið sko. Ég er ennþá bara ég er ennþá still healing sko. Ég er ennþá bara sittur í sófanum. Þetta er í þætti 2 sem að kemur eftir viku
og þetta er það að finna sem ég sé sko, þegar að Steindís Þegar hann leipur á skápinn Hann og hljópa á bara- skál Já, sko, málið er að þessi kónguló er líka stærri en bara lóin á manni Marísarlóin. Og þetta er bara, veist ekkert hversu eitra þetta er og hvað þetta er svo þetta er genuine ræðsla þú veit að reyna að hlaupa og veist að auðvitað með vesen Já, og reyna samt að vera eitthvað brosandi gegnum þetta, það er ekki hægt, sko Nei. En fyrst þáttur er í kvöld og við lofum Hell yeah. alvöru veislu þar. Það eru geggjaðar áskoranir. Þetta er 18:55 á stöð 2. Við ætlum ekki að sleppa ykkur drengir því að við skulum fá eitt lag en svo ætlum við í klefa með ykkur. Er þetta besti draumurinn? Þetta er bestu fyrstu tveið þættinni finnst mér, já. Já, Harður á því Ég er eiginlega harður á því. Maður er búin að sjá fyrst, ég er búin að sjá fyrstu 4 Og þeir eru geggjaðir. Þetta er búið gott 18:55 fáum eitt lag, svo ætlum við í gamla góða keppni sem heitir Skellt á mig hérna með drengjunum. Þannig að ekki missa af því. Topp tónlistarstöðin FM 957 Fældi þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við erum í klefunum góða og það er fullu klefi. Þétt setin Það er ekki ósum verið 4 liðinni. Þetta er alveg geggja, sko Já, það eru Sveppi og Pétur eru ennþá hérna með okkur og eins og við sögðum á það var búið að lofa klefa líka og í staðin fyrir að vera að flækja þetta drengir að þá var ég að hugsa að hendi ykkur þreim bara í keppni, við höfum allir keppt í þessu, þetta er gamli góðu liðurinn Skellt á mig Þetta er ekki minn sterkasti liður Nei, þú ert hræðilegur. Já, ég er nefnilega að tapa þið síðast held ég líka sko. Nú ætla ég að koma gjörsamlega brjálaðu til Sko, leiks maður þarf að koma satt inn í þetta með eitthvað ákveðið konsept held ég Þú veist, ég menna, hvernig Ég er tímaverður. Reglan er svo að þú ætti að reyna að láta skella á því eins fljótt og mögulega hægt er Ég annarkvæmst ætla ég að vera sko í keislu bara á svo 9. degi í vöku alveg guður rugglaður að reyna að byggja penning sko Ákveð tekur ekki hérna og sem mútu að byggja um að geima töskuna fyrir þig. Ég fæ svo mikið hausverk því ég ger þetta maður Það er ekki að tala um Þú ert bara að vera alveg í keislu Já, þú ert að segja með tösku sem þú ert að geima fram meður helgi fyrir mig. Það hefur ekki virkað, ég hef alveg reynda aftur að virkaði Svo varst ekki tíman alltaf að byrja einhvern hvort þú mætti millifæra á hann 8 milljónir bara í svona 4 klukkutíma Það er mitt okkar, þú fær 50 skall og geymir þetta í 4 tíma Sko, það er hérna Það er enginn að fara að leggja á þig Þú ert að tala um ykkur 8 Nei, svo er það líka Þá bóttur þú vilt ekki vera viðlóðandi eitthvað svona þú nefnir ekki eitthvað sérstaklega ekki ef að vera að byggja um að fá að koma og geima pening þá bara myndum maður ekki skella strax á. Ég hef verið að vinna svolítið með að vera bara svona rugglar segja bara eitthvað skrítið bara, nei, ég er ekki til, kottum með buxunum mína gúrka í þig Þetta er komið Þessi er gúrka í þig Sko, sem stigaverður og tímaverður þá þið ráðið, ég ætla að byrja þessu uppi, við förum bara inn á sólarhringinn hérna Gamli góði sólarhringurinn Þú ræður, viltu hringi konu, viltu hringi kalla, viltu hringi fyrirtæki. Þetta er allt opið og menn kalla sjálfir. Ég er til að ringja bara í einhverja konu Herðu, ertu með eitthvað óskanab? Ester, það er ekki bara gott. Pétur er búin að tegja sig hérna í bændablaði Þetta er bændablaði maður Ekki leðilegt Besta blaðlandsins Oftur í nýtt. Fyrir klefan Allavega Herðu, Ester, ég þarf að vera með tíman tilbúinn, maður sjá. Já, Pétur er meina góða. Og það er bannað að segja skellt á mig Já, og bannaður með eitthvað, þetta má ekki vera ógæslu, það má alveg vera með eitthvað svona fíblaskap, en ekki eitthvað svona eins og við sögðum alltaf helbirand tónskap. Nei Ok, erst þú ready, Sveppi? Já Klukkan er ready og þá nýgir hérna, maður sjá. Ég íti á tíman og leiðu að svara. Ok, má ég tala ennsku í þessu? Þú mátt gera svo vel. Það er örgulega Hello, my name is Peter Packard Sveppi fyrstur. Já, ok Nýtt þess að reyði, Sveppi. Gef mér dóp, mér langar í dóp Ég er ekki til, þú ert sjálf ekki til Gef mér eitthvað Gef mér þetta núna Hvað er í innstungunniðinni? Hvernig er því innstungunniðinni? Búbbalu Plubbi gappaði núna Hvað er? Hæ? Já? Já? 29 sekundur 29 sekundur maður Rosalegu tími Hvað þvæla var Þetta var alveg tími 29 sekundur, hvernig við að gera Vonlust að keppa Hvað getum við gert núna? Sko, ég held hún myndi skella miklu fyrr á þig. Já, þegar ég var farin að tala ég væri innstunga þá held ég hún myndi fara að skella á Fá þennan hérna, ég er með hérna Rótþró Það er ekki GSM símanúmer Hvað er það? Það er fyrir miðju efst þarna svona Já, græn rótrættur sölu. Pétur er komin á kafi í bændablaði Er þetta ekki GSM-númer hérna? Já, tilbúin. Já, I'm calling because of the Rótþró Rótþró til sög Yeah, we're doing Hvað er þetta að kaupa það bara? Það er líka bara af einhverjum Hæ?
Rotta hérna Herðu, ég reyna hérna Bara næsta GSM sko, ef þú sérði eitthvað GSM, það líkilatrið Það er ykkur að svara Nei, ringja Já, Sem var 99 eitthvað Já, þetta rótræð, tilbúin Já, Ég segi tíminn í gang 1, 2 og Hello. Yeah, hi, I'm calling because of the brothel. Yeah, Roger, yes. Yeah. Can you lend it to me for a movie? Can I what? Lend it for a movie project. We're doing a movie. We need that broth, bro. Just That's impossible. yeah. So can we pick it up or something? Sorry? Can we come? When can I come and pick it up? So you lend it. At the place where it is. Yeah. So you can lend it to me. Lend it? Yeah. Just 1 week. No. Yeah, it's for a movie project, Hollywood. Yeah, it doesn't matter. It's Hollywood, my friend. Huh. My name is Celsius. It's for a movie project, Hollywood. We can name you, put it in the credits. It's gonna be good for you. No. Yeah. It's good for No, you, no. It's I have no good interest in advertise for the brothros. You can try to borrow. It's a good advertisement for the You brothros. can have a. Yeah, it's no problem. We can put it in the credits. So that's incredibly good advertisement for you. No. Yeah. That's interesting. Thank you very much. Yeah. Okay. So you're interested. It's good No, because it's thank you. Hollywood. People Okay, see it bye-bye. and they think about the brothros. Hvað er það? 1.28 1.28 Veistu ekki Hvað hvernig hélstu? reglurnar eru? Leiðir eins og væri mögulega að fara að vinna þetta Það er ekki hægt að keppa 29 sekúndur Nei, jú, það er hægt. Hvernig gerir maður það? En þetta er náttúrulega sko, Ég Pétur var nú- feilaði á einu að maður á aldrei að ringi neitt sem er að reyna að selja eitthvað af því að þeir hanga nei. lengur á línunni Að vilja selja eitthvað. vilja selja Já, sko. en ég meina, ég En er þetta fyrst var og fremst að hugsa um entertainment. bara sinna þjóðinni Þetta var ræðislega Líka því að ég er með sexjúröndin minna í dag. Ég veit það. Já, það er helviti gaman að Ég held að þetta verið meira það Þú vildi svona leiða fólki að heyra sexiröðina þína sko Hollywood and the Mr. credits. Celsius frá Hollywood Það er alveg Ég sá hana hérna dolluna. Mr. Celsius frá Hollywood Mr. Celsius. Mr. Celsius frá Hollywood er rosalegu náungi Já, sko. já, já. Hann er umbóðsmaður bara Ég gæti framlegandi dottið. döiðan Hvað vilt þú, Steindi? Viltu konu, kall, fyrirtæki? Sko, 29 sekundur er þetta time to beat sko, málega er að ég er að metta núna Ég er að spá. Það er tvennt sem ég er að metta Ok Hvort að ég að ringja sem eðlumadurinn Var einhver að kalla mig Ok Vá Já, ég myndi gera Já, það. takk þú Eða taka sko að ég sé á 13. vöku Ég er búin þetta að- mjög gaman húnna líka búin að draga fyrir og vill fá lán Fólk vill ekki lána þér En veistu hvað þú getur gert? Þú getur verið með á báða Bara þetta sé það mikið rögla Það bara þú vorst að vonast að leika skell á Það er bara allt í gangi í þessu partí Já, Ok. þetta séu tveir hverjurunni Þetta er eðlumadurinn og snjómaðurinn að hringja og vilja penning Snjómaðurinn er með svona eðlu tendensa Já, hann er á kafís Þetta er Ester Hvernig tala eftir hérna snjómaðurinn Óli, mannstu það? Það er bara rosalega ör Það er ekki Lána með penning, lána með penning, lána með penning Lána með penning Þetta tekur svaka á að gera þetta sko Það sér bara átökin. Jónina, þetta er Jónina herru, þetta er hérna Kitty hérna við hliðina og ég var að taka helviti mikið af þessi fína dýra hérna getur maður lit milli fara pinninga og ég borgaði tilbaka með vöxtum Wow 14 sekundur Líku sigur með þér. Ég var ekki eins og byrjaði sko Það er aldrei verið svona góður Þú verður að leggja á hann átti eftir að koma Þetta er rosalegt. Ég var aldrei að segja svona tölum. Steindi Já, hann er aldrei Þú er aldrei verið svona snöggur Ég hef aldrei unnið í þessu Nei. Ég hef yfirleitt verið í svona 1,5 og 2 Þetta er nýtt var met. veislan Þetta var vel gert Þannig að það Það var var 14 sek Ég sló líka Býttu, hvað var ég lengi? Þú varst í 1 mínútu og 28 sekundur En ég er slegið metið í þessa átt líka Pétur Ég var eitthvað í 7 mínútur eða eitthvað Þegar ég fylgdi í Það er alltaf tannlækni að klippa það allt Mástu, ég ætlaði að bögga tannlækni sem er bara að gera við skemmt
og þá lendi ég á aðstoðarmanneskinni sem var bara hjekk á línun endalust. Þannig að ekki tannlækni sem svarar á meðan Nei, en ég veit það, ég var hérna, þú voru að fá bara hann Elmar á línuna núna fyrir mig, ég þekki hann vel og hann þekkir mína skemmdir og eitthvað svona, sko. Þetta var gamli góði liðurinn Skellt á mig Drengir, takk hjá fyrir komuna hingað í dag. Heiður að fá okkur eins og alltaf. Við minnum allir bara á drauminn í kvöld 18.55 Stöð 2, tryggið ykkur Stöð 2 eða Stöð 2 Plus og horfum við á þetta. Annars bara, já, takk fyrir okkur drengir. Ég veit ekkert hvað er næsta því að við erum inn í klefunum góða. Það er bara hann vonandi eitthvað gott lag. Þetta er FM FM 957 Held ég þeirra hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og hér eru 3 menn sem eru til í allt eins og þeir sem syngja hérna og já, talandi um höllina drengir, það er nú ekki ólíklegt að þetta verið tekið í höllinni. Það er helviti líklegt. Netan er að geka með okkur, Frikki er ekki ólíklegur sem leinigestur þó sem skrýta að tilkynna það. Það mætir ekki bara Frikki, ég verða með annað verið skrýtið. Ég eiginlega þóra að lofa því að Frikki Dór lætur sjá sig þarna. Nei, það ekki. Upp á sviði. Það er líklegt. Já, það er mjög líklegt. Enda okkar besti maður. Já. En það er eins sem við þökkum Sveppa og Pétri kjærlega fyrir komuna. Hann er með hittaramessu. Já, í Háskóla Bíó. Þau vart með so many hits að þú getur haldið hittaramessu. Hittaramessu, hvað hittaramessu, hvað þýðir það? Þú fer bara og hlustar og hittara í 2 tíma. Ég tek bara hittara mína. Ég get lofað ykkur, ég verð mættu þangað í Háskóla Bíó. Sjá King Frikka. En já, við vorum að kveðja Sveppa og Pétur og minnum aftur á að við verðum allir 4 í Kringlunni á sunnudaginn frá 2 til 4. Það er ratleikur, við ætlum að ráða eitthvað plaggöt. Það er svona drauma, svona dagur tengdur nýja draumnum. Þannig endilega kikið í Kringluna klukkan 2 á sunnudaginn. Mæti high five og snúa hjólinu og geta unnið. Já, bara hellingur í boði. En Steindi, við vorum að hugsa að róa þetta eins niður og fara í brandarátt pappa eins. Ég sko Sýnjórinn slæra á létta strengi. Já, ég er ekki viss að rói hlutina niður þar að því að Hann sendi reyndar, þeir eru rosalegir í dag. Nei, hvernig var það hann enda? Sko, jú, þeir eru helviti sterkir í dag. Þetta er sko þetta eru 5 brandarar. Helviti er hann að móka út. Kallin er heit, heldur að sér búin að fá sér 2? Nei, fá sér 2. Hvað okkur? Þá ætti maður meiri gýr og koma fleiri brandarar. Það fæs ekki að skeitt í kvöld, ég veit ekki. Er hérna fjallið búin að reyna þarna við heimsmetið? Nei, það er límtur hérna við 12 því það er verið að reyna við heimsmet. Já, ég veist Hafþór er að fara að reyna að lyfta 501 kíló í deadlift á Arnold Classic. Það er meir en hálft tonn. Þannig að þetta er og ef hann næri þessu þá var þetta heimsmetið ekki. Já, það var enginn tekið þessa þyngd. Fælja að lyfta tonn, hvað er bít? Og þetta er alltaf hérna já, hvað er 101 kíló, hann tekur þetta upp og lyftir. Hann getur bara velt í Aris bara með annari hönd, sko. En veistu, hvað er bara, Steindi heldur, ég veit ekki með rætti þetta. Steindi heldur hann getur rifið handleggin af sér. Heldur hann geta? Já, ég held að hann geta það, sko. Ég held að hann getur rifið handleggin af. Þú veist það í alveg, hann myndi standa og halda með lappirnar. Hann getur tekið handleggin á. Hann myndi stíga hún að brjóstið á honum og rifið höndina. Hann getur líklega, ég myndi líka að geta rifið handleggin á. Á öllum bara, þú veist, á öllum. Já, ekki bara þér. Nei, ég var að segja basically að ég held að styrkur sé þannig að hann geti togað útlit af manni. Útlim, ekki útlit, þú tekur ekki útlitið af hann. Nei, útlim. Og sem sagt það getur tóa penisinn að þér. Sko, málið er að það var rík í þáttunum mun ekki í þáttunum hann sprengdi bara haus á manni. Það er náttúrulega sjónvast. Ég held þetta sé ekki það langt frá raunveruleikanum. En sko, ég meina, eiginlega lærðu þannig, þú ert sammála á honum, þú heldur hann geti rifið útlim af mann. Ég meina, þetta er náttúrulega bara, þetta er bara laus liður, hérna, axlaliður og svo þetta bara með ykkur á húð og heldur þess, ég held að geti bara rifið handlegginn, sko, þetta er þægilega af að stenda, sko. Það getur lyft 501 kíló heimar. Hann er ekki búin að, það er heimsmetið á næri. En ég get spurt gerfugetana hversu miklu power þarftu til að rífa handlegg af manni, sko. Ef ég væri svona sterkur, ég væri alltaf að færa bíla. Ég var alltaf að setja það á einhver stæði og láta einhvern fá sekt og eitthvað svona. Ég myndi vera svona eitthvað snáðast eitthvað stað. Það er einhver nákara sem þú þolir ekki, þá bara færur bíluna. Já, þú kemur og bara serði einhvern bíl í geggju stæði og bara ferði út úr bílum og færa með handafli. Það er alveg frekar svakalegt, sko. Herru, ég lærtu mér hlæsleiki. Ég á 4% batteri. Ég ræði þetta við gerfugetana hversu þú veist, herru strafar, ég sími mig næri ekki hliðnum nefn ég fái hlæslu. Ok, hvað er hlæslu? Geimdu tölvuna hérna og ég ræði við AI með hversu sterkur þetta vera. Þetta er mikilvægt, þetta er liður. Já, hvernig getur þú batterislaus bara klukkan 5? Ég hliði ekkert á nóttin alltaf. Gerðu þú það? Ég bara er ekkert að pæla allt og oft í þessu, sko. Okay, ég hlið bara þegar hann er batterislaus. Já, það er svo heimst. Ég veit það alveg.
Herru, ok Komið Shit, hann er komið 2%. Ég kom með, því síminn er komið með lillbatteri. Herru, hérna Setti þetta inn Ok Thank you. Herru, ok Hann sagði, já, ég hlakka til að Já, hérna herru, velkomnir drengir Í brandarhótt pappa mis Steindi senior slæður og leta strengi gíski á pönslanið Já, og- við erum að giska Já, Ok. Þeir eru samanliði Já, Og drengjandi það er fullu fókus Og ég ætla að byrja hérna Tilbúinir Hvað sagði Mjallhvít við dvergana 7? Þetta hef ég ekki heyrt Þessi er góður Ég veit það er góður Er þessi hættulegur sem ég Hvað beinni? sagði Hvað er að Mjallhvít gerast? við dvergana Þetta er orðagrín sko Já, hún sagði náttúrulega helling við það Já. Já, hún var að vera vekja á 7up Er það ekki? 7up er rosalega Ég hef ekki heyrt þetta Já, sko ég- Og Sigurlega 7up er eiginlega bara my go-to drink núna sko. Já, Ég- þetta getur verið 7up grín Þetta getur líka verið eitthvað sem fer ekki á vísi Maður veit ekkert hvað kemur meira, ok Margt smátt gerir eitt stórt. Já, þessi var Þetta var miðlungs Sáðu ekki að vera sterkir í dag Já. Jú Veitu, við byrjum á Þetta er uppbytun Margt smátt gerir Herra, eitt Hann er verið að koma sér í gang Ég sé líka, þessi er 12 sekundur Ah. Svo er 12 sekundur 9, 10 og 14 Það stæðsti er í lokin Hann senda hann hérna, þeir eru góður í dag Senda hann eftir síðasta Nei, hann sendi, þeir eru sterkir í dag Það er sterkir í dag Já, Ok. svo kom bara 5 brandarar Já, Þessi fyrsti- var alveg fín Já, já Ég hef ekki borgað kannski inn á sjóið Nei. En sjáum til En þetta er samt svona ekta fyrsti brandar á sjóinu og maður er bara svona, já, ok, kallinn að koma sér í Þú getur ekki bara verið með Heittara, hérna, nema þú setur ekki dóm. hægri króka sko. Nei, Þú nei. verður að vera líka aðeins að leggja upp Má sjá, næsti Hvað er maðurinn sem viltist á leiðinni að heilsuhælinu í Hveragerði? Hvað er maðurinn? Hvað er maður? Hvað er hann? Sagði það? Já, hvað er hann? Hann sagði hvað? Allan sé búin að fá sér tvo Þetta er eitthvað Hvað er maðurinn sem viltist á leiðinni að heilsuhælinu í Hveragerði? Hvað er hann? Það er orðagrín Hvað þetta er eitthvað maður sem rávar Já, Á heilsu hælinu já Hæli, maður Hann er týndur. Ég veit þetta Ég vona að fólk sé að gíska á þetta núna í umferðinni Hann er hælisleitandi Já, það er en hælisleitandi Það myndi ég skjóta Herru, Þetta var teamwork ef þið leysið það. Nei, eða ekki Má ég heyra Hann er hælisleitandi. Eitt stig komið í hús Eitt stig komið í hús Sko málið er það að því vorum að tala um að við getum verið að henda honum í höllina með sjó ykkur tíman Eitthvað skil ekki höllina 5.000 manna sjó bara stand-up og seniorinn Byrði ekstra annar stað kannski Já, hann byrja kannski frekar einmitt Það bara er bara á brandara bók Í stað að vera með live show, bara bók Nei, málið er það er svo reyr sem hann er að gera Hann stendur bara, það getur setið það svona og er bara með brandara Hann er svolítið eins og hérna, hvað heit það, Rodney Dangerfield Já. Bara sagði bara brandar alltaf, það er svona punchline Hann er ekkert að tala um að segja ykkur sögur sko. Rodney Herru, nú heldur við áfram Dangerfield Er þið kláraðir? I get no respect Ok, það er alveg að finna sko Ok, það er þriðji hérna Hversu lengi getur ný dönsk verið ný dönsk? Hljómsveitir Þetta er nú eitthvað fyrir sveppa maður sjá Hversu lengi getur ný dönsk verið ný dönsk? Sko Ég er ekki, já Þetta er erfitt maður, djúvilligt erfitt Hversu lengi getur ný dönsk verið ný dönsk Já, alltaf sé ekki Ég veit ekki Ég Ég er ekki að finna neitt Ég er tómur líka var ekki bara að fara í pönslan Kannski er ég með ykkur í liði Já, Ég já. hef ekki hefst þetta Nei. Já. Þangað til hún verður gammeldansk. Æi Pappi Þessi var góður. Arnaldur verður gammeldansk maður Já, já. Hann er virkilega samið þennan sjálfur Já, já, hann Hann er það. finnur þetta ekkert í brandarabók Hann er ekkert að krukki ykkur brandarabókum alltaf sko Hann er bara sjálfur að Hann á kallina Þessi var geðveikur. Hann var að vakna Hann er búin að vera í allan dag heima Sitjandi að brainstorma sko Ég elska það Herru, maður sjá Hvað er tveir eftir? Tveir eftir Ok. Fyrir næsta Ég er með ykkur liði Ég hef Já. ekki heyrt þetta og það er bara satt Maður sjá Af hverju gat húsflugan ekki svara spurningunum? Akkur er gatt Húsflugan ekki svarað spurningunum Hvernig flugur eru til þess að vera? Nei, húsflugur, hann sagði Já, hann húsflugur sagði húlflöð Það eru svona í glugganum Það tala ekki. Nei Já, akkur gatt hann ekki svarað Hvað sagði hann? Spurningunni? Já Þetta er eitthvað tengt húsi Þetta er húsflugar sko Húsfluga. Ekki segja mér hún hefur á húsfundi Já, Það má Ok, ekki Nei, ég vona þetta er samt gott ekki gisk. húsfundi Ok, sjá Já, því að þetta voru bjölluspurningar. Þetta var Kei og okkur félagana þarna
Ég samt lægir sig Já, hún húsflug og þetta var bara spurning Já, bjöllurnar Þessi var ekkert að þessu Þetta er fyrir bjöllurnar Þetta var 7 Já, Jafnvel 8 Ég gef honum þennan, þessi var flottur Herru, það kom að síðast hann í 14 sekundur Þetta er neglan hans Þannig að þú veist, þetta er stæðst Þetta er lengsti, já Þetta er neglan Go out with a bang, segir Auðvita, hlustaðu hérna Barnið er lifandi eftirmynd föðursins. Ég veit ekki hvort þetta var á ég spila meira Það er 8 sekundur eftir sko Lifandi eftirmynd fyrir Það hlýtur að koma meira Barnið er lifandi eftirmynd föðursins. Hvað sagði Kalli þá? Hvað sagði Kalli þá? Ég meina þetta var kannski ekki Kalli er eftirlifandi Sagði Kalli þá? Ekkert, það var einn í heiminum Nei, það var Palli Já Ég Kalli með eitthvað pillu, hann er með eitthvað skot Eftirlifandi mynd Já, þú náttúrulega alveg Það er ekki að rósa honum, hörru, hvernig líku það? Þetta er niðurlæðandi, sko Nei, þetta er eitthvað sem krakkin svara, væntalega Kalli Já, við erum ekki náðu Ég held að síðasti Við hefum þurft meiri tími þannig að krakkin segir örgleikvað hérna Mestu máli skiptir að hann sé heilbrigður. Veit ekki, við þurfum að hlusta aftur á hennar hann er bara hestljótur en það var mestu máli Lifandi eftirmynd föðursins. Hvað sagði Kalli þá? Pappan sagði það Mestu máli skiptir að hann sé heilbrigður. Já, hann er basically að því að það var hestljótur krakkin Já, ég meina, hann er vantanlega hestljótur hann er að slá leta strengi hann er að seniorinn slægir á leta strengi Þetta er dark stuff hann er lokin frá senior Þetta er eftir dark Það voru nokkru fínir á maður Nei, þetta var bara þetta í pili Býta, það er eitthvað 2 sekundna Já, nú er það bara óvart ítt eða ekki Hvað er svo? Nei, bittu Þetta var brandur á pappa Steina og já, drengir, þetta er nú bara þetta var ekki viljandi gert, það er að lænast upp einna lög sem er í höllinni, Egil Við stiltið ekki Summer Body á liðið Jó, það ekki, það er bara 3 months out Fyrsti mars á morgun, björndagurinn er á morgun en svo það fólk að fara að koma sér í The Summer Body Topp tónlistarstöðin FM 957 DJ Muscle Boys, Summer Body til að þessi DJ er með hérna í stúdíónu og er að fara að hendi í næsta dagskalið Já, það ekki Rosa lína I'm never gonna break off the gym, it just seemed to work out Já, þetta er djúpt kveð þetta er Við gætum að setja þetta á plaggat Þegar við förum að gefa út línunar okkar og selja þær Það er money making scheme Artworkið þarna Það er eitthvað Þú veist að scheme er eitthvað þá ertu að svindla fólki sko Hvaða artwork er það að tala um? Nei Er það textaverkin? Já, þau eru 100% Ég byrjar að vinna í Þau verði í höllinni Já Það er bara þannig Það er ekki bara í höllinni Við opnum búð eftir, ég var að segja mánuð 1,5 Já, ef þú ert að vinna í eins og þá var það lengri í það Nei, Erum við að fara í King of Dreaming? Já, shit það er spurningkeppni gilsarans Og ég glemdi mér að segja þetta í byrjun þáttadrengir að ég er með sturglaða staðrindir Nei Svakalegt Það fyrstast í dagskrárliður Já, ég til það Og er eiginlega bara svona einu sinni í mánuði núna Já, þetta er svo út Þéttri félagarnir Tommy Steindors verður ánað með hann Og King of Dreaming, sko, þetta fór 2-2 síðast Þannig að þið eru dead tight félagarnir Ég vissi ekki eins og það hefði verið með þetta Samt er ekki ár síðan Nei, þetta er bara Ég hlýt að vera Leifum löpum út í stúdíónu Og því lítum við öllu í haustum sem við sögðum Það síst að vera þannig Er ég ekki favorite, nei, underdog í þessu Því að blöðarinn er að róti í blómabottunum Já, samt, ég Ok, við sjáum það Þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9 Já, ég er svo 6, 7 Þetta er 9 alltaf mikið, sko, sjáum bara til Ertu living the goddamn dream? Living the goddamn dream Já, ég meina það sem ég skamman Já, ég meina ég elska að vera hérna með ykkur að fara við stöðuna Live the dream Já Ég held að bara, já, segðu það, þú myndir tala við Vört Blöð fyrir 25 ára síðan, já. Þið leiði ekki svo að live the dream, þú var Vört þegar geggja fyrirtæki og frábært að vinna það, en þið leiði ekki svo að live the dream þá. Nei, því ég var líka eini maður sem gæti ekki afgreitt í búðun, samt var ég búin að vera hann í 2 ár, þannig að ég virtist ekki alveg að hafa áhuga á þessu. Mér finnst svo sorglegt að hafa ekki kynst Vört Blöð sem var að reykja stubbana alveg kollitlus. Er það? Já, svo nettur. Samt bestur, sko. Já, en þá var ég náttúrulega ekki byrjar að fá athygli sem að, veist, ég var svo athyglisjúkur. En pæliði, þú var, sko, ef ég ætlaði verið á liftarnum
Og ég hjá, Hannesi málara að mála. Þú samt varst aldrei á lagar sem við gilsi. Og, jú, lagar ekki á lagar Málar, geggjaða máli. Ég var að vinna upp í Nestek náttúrulega, þar var ég geimdur bak við að skera dekk. Já, en ekki, þú er aldrei verið lagar. Það sést á lærin á mér, ég stakk mér svo oft í lærið. Þú er ekki verið á lagar að taka saman bartan eins og við. Nei, ég er ekki viss sko. Vúrþblö og málaradjún og IKEA-gilsi. Ég er lítið gaman að taka einn drikk saman sko. Ég var að sækja ég var að sækja sko sófa í efstu hillu IKEA sko, það er 40 metrar upp í lofti sko. Það er ekki verið hvert sem er. Starfsmaður mánaðarins. Fyrst ekki ykkur kjötbólu inn einhvern bara? Já, ég fekk konfettkassa eða eitthvað. Svo varstu líka tekinn upp á svið og fékkst afhendingu fyrir að búin að vera svona plattaði. Já, búin að það lengi. Já, vel gert. Þá hugsa ég líka hvort ég mjög að færa með eitthvað. Það er poppað upp, ég veit ekki það. Þannig, ok, 1-1. Dreymdu einu sinni að vera gellusegull, en núna ertu gellusegull. Gellusegull? Jú, ok, sko, mér dreymdi aldrei. Ég get alveg staðfest það. Ég bara sem úlingur og krakki, ég var engin gellusegull, en mér dreymdu það. Þetta ekki? Já, mér langaði. Og ert gellusegull í dag? Það er ég svo ekki. Ég veit. En bara, veist, blöð og horfa á Beverly Hills 90210 og sjá Dylan McKay og alla þess að gauðra. Ég var alveg til í að vera svo típa, en það var bara ekki að gera það. En var það ekki bara þannig að Ég átti aldrei kærustu. Nei, er það ekki bara hver einasta manneskja á jörðinni dreymir að vera, þú veist, eftirsótt á þessum aldrei? Já, 100%. Ég þekki. Já, þú var samt þetta var alltaf á krók, maður labbar alltaf yfir alla bæi, maður alltaf í slella. Ég var bara í einhverju ruggli og við hefum oft rætt það, ég var í einhverju móki og lifði bara og með að landakost bara buksuna niður þessu alla daga sko. Ég sko, hann var bara komin á fast 12 ára. Ég held að ég og Sverri Bergmann séum eiginlega einu úr stóra vinahófnum sem áttum ekki kærustur þarna bara fyrir að við vorum komin með bílpróf sko. Þið hafi verið eitthvað svona, þið voru smá steiktir þegar ekki? Jón, það þegar þú bara rifjar upp þessar sögur það var eins og að vera eitthvað aðmanni. Já. En samt þú fannst ekkert fyrir því. Það voru allir. Það vissi enginn til dæmis ég að skrifa þetta ástarbréf, það vissi enginn að labba hann upp yfir. Nei. Ég var ekkert að segja frá þessu. Ég sagði ekki frá þessu fyrir ég var bara komin í fjölmiðla. En ég get alveg huggað við það að við í Mósbænum vorum nú alveg að skrifa ástarbréf og þú veist, skilur við. Það er bara, það voru allir í því. Það er 2-1 fyrir The Blonde. En nei, ég fekk stig líka. Þú líka gellusegull? Já, mér langaði þetta eins og öllum á jörðinni. Hefur í miðjum draumi skriðið að Gilsa og ætlaði að gefa honum einn af þeim eldgamla? Nei, ég var hægt að orða þetta svona. Ég kann ekki að vera að drasa þetta. Ég lappaði í svefni og var að horfa eitthvað til gluggan. Þessi saga maður. Ég veit ekki hvor eitthvað ríkir megadryngir. Ég veit bara að taka þá að kasta. Þið ljúið. Nei, ég lendi í þessu. Varstu í brók? Já, ég var í nærbjöksum. Ég vakna, ég stend við gluggan. Ég var ekkert að skríða yfir tilbúin einn af gamla skólunum sko. Hvað ertu að horfa? Ég veit ekki, ég var svoandi. Ég var bara í gluggan. Þú finnst að vera svo með loku augun og horfðu gluggan? Nei, þegar þú lappar í svefni þá ertu með opin augun, vitleysingurinn. Og Egill, hann öskrar á mig, þá vaknaði ég, sem hann má ekki, hann á ekki að vekja mig, hann átti bara að leiða mig og segja bara fara svo. Mér langar að krifja þetta mál, getur þú spurt gerðugrindina, af hverju má ekki vekja fólk sem er að lappa í svefni? Ég hef alltaf viljað vita það bara. Er það hættulegt það? Já, það er allavega ráðulegt að gera það ekki. Gætur þú þá í rauninni eins og þegar þetta gerist? Nei, eins og þegar þetta gerist þá er ég bara í miðjum draumi og Egill vekur mig, þá er óslega skrítið fyrir mig að standa þarna og bara, hvað meinar þú? Ég veit alveg hvað var að gerast. Hann segir, út af því að þegar fólk er vakið úr svefngöngu getur orðið ringlað og hrætt, það sem hann skilur ekki hvað er að gerast. Það var svolítið þannig. Það er svolítið sem að blöð því ég ösku á hvað það gera þetta og ég ætla bara að gera þetta gamla. Ég veit það ekki. Ég var bara eitthvað að labba til glugga. Ég hugsa bara, er ég að fá gamla? Það er svona silkislagur upp svovandi sko. Svo eru hérna báðir strákarnir mínir, þeir eru byrjar að tala mikið í svefni. Það er ekki að labba, sant? Ekki ennþá. En hérna, dóttir mín gera líka, hún röflar alveg í svefni. Það er ógeðslega fyndið. Var einhverjum að komið punktana? Nei, ég tek ekki punktana, bara alls ekki. Lígi. Dreymdið einu sinni að þú værir vel horny að hlaupa eftir gellu í molli, en svo fattar þau var ekki að dreyma og þú varst að hlaupa eftir gellu í molli vel horny. Enn og aftur klúðraru spurning sem við erum búin að fara svo oft. Nei, þið hefðu þurft að dreyma þetta hvort þið er. Já, og pluss það líka. Þið dreymd aldrei að vera eftir eitthvað pí og samkom og gerðu það. Það er svo alltaf vakandi. Það kostið þessi að vinna með það.
Í fyrsta lagi Ég haf verið rugglaði sem úlíkur. Það erst þú bara orðin fullorðið maður sko. Nei, hlaupa til bata kringlu. Já, sko. Það endar okkur í samkom. Herri, sólinn farin að byrja að snjóa. Já. Ég myndi ekki segja blöð, ég hafi verið orðin einhver rík fullorðið maður sko. Þið voruð á bíl. Já, ég var ungur maður. En það var ekki hlaupandi kringluna. Það staðfest. Eftir ég var að fara að labba upp yfir í sleik, þá var ég 13 ára sko. Já. Ég var ekki bara að keyrandi Enda var ég ekki að hlaupum í kringlunni. Það ég er búin að fara svo ofta yfir þetta. Eltir hann á samkomu. Ég basically spjallaði við mannesku. Já, spjallaði mannesku, fekk boð að koma ánga. Ég sagði, ég kem bara. Ég er til í það. Já, en þú ert ekki trúað maður. Þú fórst þarna því þú varst horfni. Nei, ég er fjölskyldumæðurinn í dag. Hætti að láta svona. Ég er bara að segja. Ég er að tala um þá. Ég veit það. Horni. Ég er að segja að ég var bara ungu maður, fekk bara, herru, hérna, já, viltu ekki bara kíkja hérna, og ég sagði, jú, herru, við félagarnir mætum bara, og þú veist, ég var ekki Dóri DNA, dregin í þetta kæfta. Ég nenni ekki að tala með þetta. Veistu hvað, það er ekki neitt sem er ósagt í þessari sögu, af því að það er búið að segja þetta allt, og þessi vilji bara vita algjörlega söguna, þá fóð Dóri yfir söguna í blöðkastinu og það var bara eitthvað þáttu sem ég ætla nú líka bara að eyða út. Já, ég ætla að ykt líka helling þar. Ég þarf að fá þess að söguna maður frá Dóra þegar þú ert ekki. Var draumajobbið þitt þegar þú varst grislingur að benda á titlinga allar daginn? Það byrjaði ágætlega. Varst með svona spurningar sem var að svara. Þú veist hvað hann var ekki að því. Hann var ekki Leifur Steinþór svara fyrir sig sko. Ekki svara fyrir hann sko. Segðu bara nei ef svarið þitt er nei við þessu spurningu sko. Fyrir gefðu dómari, nei. Ok, er ekki punktur á blöð. Nei hjá okkur báðan. Dreymdi þið þetta jobb þegar þú varst grislingur? Ég er búin að segja nei. Alveg klikkað. Hann var líka með þetta síðustöngin. Hann er alltaf með þetta núna. Og bara svo hlustendur vitið, við höfum rætt þetta oft. Bara, Egil, hættu sem með að benda þarna á deitlinga. Já, það er búið. Svo er þetta með þetta hvað einustu fólk spurning. Það er svo 2 ári að þetta hætti. Já, kemur eitthvað nýtt. Ok, 20, dreymið stundum um blöðurur. Hver kallar líka brjóstblöður? Það eitt og sér er alveg galið sko. Það bara, þessum alveg. Það er að vera bara, hvað er þetta gamall? 45 ára gamall. Hvað er það? Hvernig erst að vera þú? Þetta er líka bara reflektar á okkur. Já, auðvitað. Já, þú veist, hvað meinur þau? Það er bara en niður potið dreint brjóst. Já, ég er með punktur á blöðana. Þú veist, alveg pott. Nei, þið er náttúrulega aldrei dreint brjóst. Jú, ég var að segja pottið. En ég man samt. Ég get talið draumana sem ég man örugglega á báðum höndum frá því fættist sko, ég sé með einhverja stóra minni gummit. Ég bara veit að með einhvern mann dreymdi það. Já, en þú ert svona gauð sem dreymir og vaknar á mannsdraumiðin. Stundum, ekki alltaf. Nei, ég fæ það sjaldan sko. Dreymiði núna ákveðan núna. Jesus. Það er svakalega. Þú var dauð að færa að stela þessu þegar 3-3. Já, það ekki. Þið bara segði bara já og þú kom út og vinna þetta. Það er ekki hætling. Þetta er svakalega. Þetta er í pásu. Þetta er í pásu. Þetta er svolítið fólk að sjá hann. En málið er að hann pásaði þetta fyrir held ég einhverju 3 mánuðum af því að hún mástu var svikari sem stelpa. En hvað sagði, dreymið um þetta núna? Akkurat núna. Nei, ekki núna. Haldið þið að ég held strákar að hún hafi ekki vitað um þessi rafmynda svikað 100% ekki. Það var bara, hún labbaði í gildru. Saman því. Herru, nei, já. Dreymið um þetta núna, Steini? Nei. Hvað þú að hana? Nei, ekki neitt, ég er bara slagur inn. Hvað, 3-3, ég er með aukarspurningu. Hefur þið dreymt um að geta fengið heimsendan lim og núna getur þú voltað lim? Herru, var hún að leggja eitthvað inn að hún hérna að vinga nokkur í blessi? Nei, ég veit þetta bara, hver er einu sem spurning hérna núna? Er þetta að fá frýtt eða þú ert að reyna að fylla þessa tösku fyrir utanlandsferðina þínar? Saman einhverja greinin, það er röggsmaður. Við myndum spræla þetta maður. Herru, 3-3 FM 957. Þetta er uppáhaldslægið hans Tedda. Svona minn sem er 5 ára. Hann róa með væp og til hamingjudrengir að hlusta með sigurinn Eurovision. Þetta er bara geggja lag hjá þeim. Já, þeir fengum þess að sko Eurovision fekk hrós í blöðkastinu. Steinþór Rósar. Og þetta var bara vel hérna, skemmtilegt. Ég rósaði þessari keppni og hérna lögin góð.
Já, ég bara, og mér varst líka pródúsist, þá ég að hrósa söngvakeppninni sem ég gerði í blöggastinu, því að mér fannst bara pródúsjón á þessu upp á 10. Mjög góð. F95 blöðu hér í boði Dynout og Loop Zero og það náttúrulega Dynout ef þið ætla að panta ykkur út að borða eða bara gefa gjafabréf í gjöf, minnum á það, en það komið að virtasta dagskrálið F95 blöðu sem eru sturlaða staðreyndir, reynum að fara oftast í það eftir þess að þvælu hjá Agli. Já. Og nú læri fólk. Já, og það eina af þessu kjaftaði. Það ekki? Tilbúinir. Já. Það eru meiri líkur að fólk segi já við þig ef þú talar í hægra eyra þeirra. Það er alveg svona áhugavert að heyra. Þetta svona hægra meginn, þá eru meiri líkur að segja já. Blöð með Amazing Twist, þannig að koma fyrst með The Mirror. Nei, veistu hvað, ég ætla að gíska núna bara, ég ætla bara að segja strax. Ég ætla ekki að gíska á þessu roskítin, en ég ætla samt að segja, nei, ég ætla að segja að þetta sé samt, skilurðu, kjaftaði. Ég trú þessu. Nei, ég ætla ekki að segja það. Því ég veit að þetta er eitthvað sem fannst. Ég ætla samt að segja að þetta sé bara butt strax. Prófaðu, byttu eigil eitthvað. Prófa kvísla hans í vinstra eða hans fyrst og prófa svo hægri. Þarf ég að standa upp eða? Já, ég er að fara til hans. Hann gerði það? Já, ég kvíslaði vinstra. Nei, ég sem allt til þessu. Þú veist hvað er að hægri á vinstri? Já. Við erum að kenna strákuna. Þetta veit ég það maður. Hann er svona. Þetta er líklega rétt, ég fann það. Við mannfólkið erum með stærsta raskati miðað við stærð og líkam í öllu dýraríkinu. Flóðhestar eru með alvöru raskat. En ekki miðað við stærð. Miðað við stærð. Mesta prósentan af líkams er hjá mannfólk. En bavíanar, hefur þú séð þá? Þeir eru með svakalegt. Górulum með gott nepu raskat sko. Já, allir með rosa stór raskutringir, en við erum með stærstu. Það er það sem ég er að segja. Já, sko. Ertu viss þetta? Segðu það bara þetta sé rosaskítur. Hvað er það sé allt kjaftaðist að segja? Hvað meina, það sé bara allt satt á internetinu? Já, ég er með þessa síðu. Þetta er fact-checka. Er það á næsta? Það eru meiri líkur á kynlífsdraumum ef þú sefur á maganum. Það er svona að tala um wet dream. Ég get ekki sofa á maganum. Akkur verður svo græður? Nei. Nú er bara fínt að þessi þáttu fara að klárast. Heyrður ekki hvað ég var að lesa? Jú, það er út af bakina mér. Ég var að fettist svo upp á mig, ég er með brjósklós. Hvernig séu þau yfirleitt? Ég ætla ekki að segja það. Nei, veit ég okkur. Ég ætla ekki að segja það. Jú, þá var það tóttið það. Það var bara. Það semur á sig. Þín orð. Þú viltir ekki segja það. Þín orð. Nei, ég veit ekki. Ég ætla ekki að segja það. Hvernig skrifur þú? Ég ætla ekki að segja það. Nei, ástæðan er ekki að segja það. Ég gef ekki upp. Hvernig ég sef, en það er líklegt. Hvað sefur þú? Hvernig sofið þið? Bakinu yfirleitt. Bakinu eða stundum allir. Sefur bara bakinu með bara horfir upp. Bara eins og vampýra í kissu. Lokar augun. Það er alltaf, þú skritið það. Margir sem sofa bakinu. Leggist bara bakið og fara að sofa. Ég sef oftast þannig. Leggist bara bakið. Hvað meinar? Ég get það ekki. Þá gleypi ég að með tunguna og fer að kæfi svefnast og allt sko. Ég get það ekki. Ég ræði ekki við bakið sko. Ég hélt að það þið finnst sem sagt skrítið að fólk sofa á bakinu. Eins og ég hugsaði svona bara meiri hlutin af þeim sem er að hlusta að gera. Það er samt sko að leggjast bara beint á bakið og fara að sofa. Ég ætla bara að segja en veistu hvað núna? Já. Veistu hvað? Þú getur ekki sofa á maganum. Ég finnst fáránlegt að sofa á bakinu. Hvernig segir þú þá? Væntanlega vorstu að koma upp þig? Líklega er það þannig. Sefur á hlið. Hvað meinar þið? Það gera það flestir myndi ég segja. Það er sama hvað ég gert í beddanum hjá Stenda. Það er alltaf hlið. Nú ætla ég bara að hendi könnun á gramminu hjá mér. Bara hvernig fólk sé, bara sveps. Ég sem ofta á hlið líka, en ég sef mikið á bakinu. En þegar þú sefur á hlið, ertu að setja sængina svona milli lappana. Það kemur alveg fyrir. En ég er, eða svona hálfur líka minn einhvern veginn ekki undir sæng. Sammála. Það er kalt inn í herbyggin ekkert. Það er með gluggan opinn. Rakel vil hafa kalt sko. Já. Er það? Já, millistillíkin, það er ekki. Hvað eru að tala um? Já, gluggi er svona kalt sko. Já. Hvað, vilt þú hafa heitt eða? Nei. Ég nenni ekki að tala um þetta. Veitu hvað? Hvað meinar þú? Nei, bara ég. Nei, ég er bara rifa, já. Þú getur bætt skap þitt með því að hugsa á erlendu tungumáli. Þannig að reynið að hugsa núna bara ensku eða eitthvað í kvöld. Þú getur bætt skap þitt.
Náttúrulega þú varst að kunna tungumál Ég tala dönsku Ég get tala dönsku Vissa kom to Kangesko and you can find in Udenstøy Þú ert ekki með orðaforðan til að hugsa Pinsvin, Lomjörn og 5,5 Þannig getur prófað, það er í vondskapi að hugsa bara hansku Þú ert þingstur á mánudagsmodni Það er vist eitthvað meðan það sem er búið að reikna Var það ekki þá þú varst að klípa mig? Það er bara því að þú búin að leifa það sem helgina Heldur að sé bara það? En þetta er ekkert eitthvað tengt vikunni eitthvað? Nei, bara þú tekur cheat day sem helgi og það er sem vatnaður á mánudum svo þú feskur á mið Meiri líkur og sett búin að fá þig kaldaðan Smá water Já Þannig að samkvæmt könnunni meðan maðurinn hann er þingstur á mánudagsmodni Veit ef maður þingur á modnan en á kvöldin? Ég held að þú er bara vatnaður þú vaknar og það er bara hannig Herður, kannabis tvöfaldar líkurnar hjá konum að fá fullnæðingu Já Alltaf það sé sama með Ertu að tala þú veist THC eða CBD eða bara yfir höfuð Það stóð bara kannabis Því að okkar maður í CBD Reykjavík Getur unni með þetta Þetta er rannsótt sem myndi henda honum myndi ég halda sko Já auglist þetta Ég get líka staðfest að áfengi minka líkurnar helming hjá kallmönnum Já Ég er svona, kynst í gegnum tíma Ég held að sé nú bara hjá öllum með ekki Herru, í einum hambúrgara frá skyndibitastað getur verið kjöt úr alltaf 100 mismunandi beljum Já, það var svona ógeðslegt að lesa Þú ert ekki að geta einhver ákveðna belju Nei, þetta er líkamsleifar úr einhverjum 100 beljur Það gerir þetta minna persónulegt samt Já, samt ógeðslegt Ég meina bara Þetta er ekki sem ég þurft að heyra sko að segja líka allir að þú myndir sjá hvernig pulsa er búin til og myndir aldrei borða hann aftur sko. Já, en þetta er sagt allt Já, þetta er 30 skona réttur á high-end dressa sko, pulsa Pulsa er ógæðslega góðu mat Þú veist, ég heitu brauði, ég veit það Ég fekk pulsum daginn, þá var ég að hugsa bara djúvel Þetta er ógæðslega gott og bara ég stend með þessu Ég langar næst í pulsu núna á talum Ég fest stundum inn í Laugardalinn og tek einu á leiðinni heim fyrir kvöldmat Þetta sundlaugina Forrétt sko Nei, fyrir utan ATFR hérna í Skeifunni Sést á í Laugardalnum Já, bara kík hérna við Það er líka rosalega hérna í Skeifunni Já, þetta er allt saman upp á 10 Það eru 2 réttir Fólk sem lítur út fyrir að vera yngra en það er lifir meðantali lengur heldur en við hinn sem lítið við ekki allir út bara eins og aldurinn en það ekki fara að giska til þess að ég var undir 40 og eitthvað þú veist, ég veit ekki ef einhver myndi sjá mann sko ég veit það ekki eins og maður þurfti eiginlega að spyrja bara mann er líka misljótur já, maður er bara stundum bara misljótur stundum er mjög sexy og stundum er maður á ógeð sko. Já, ég hef hort á mig í speila sem er bara íparast já, og stundum er maður bara með ekstra mikið og órakaður og þannig að lítum maður út fyrir að vera eldri ég vaknaði einu sinni það var AC frekar en Vegas sem ég horfði á sjálf á mig í speikli og langaði ekki út af herbygginu ég hef bara aldrei séð mig svona þunnan og muni ekki þegar maður var að byrja bara þegar maður var tvítur þá var maður oft svona glowing í þingunni það fengi ekki við þetta maður var sætur í þingunni bara svona sætur og þunnur einhvern veginn, kærulaus í augunum eitthvað það deyr með aldrin fólk sem er að hlusta ég hef aldrei vaknað myndalegur þunnur bara eftir svona 26 ára aldur bara ógeðslega og vakna bara öskrandi bara þólir ekki sjálf það hver er aftur faktið sem þú varst að segja fólk sem lítur út fyrir að vera yngri en það er lifi lengur já, en af hverju? Ég veit ekki ég meina, ég kaupi þetta góða frétti fyrir Gísla Martin já, Gísli þetta geta orðið 120 ára það er að síðast að 35% fólks finnst töff að vera með tannstöngul og 87% fólk sem nota sólgleðu finnst það töff 80%? 87% hver er þetta með sólgleru á því að mista töff en þetta tannstöngla dæmi, er þetta ekki eitthvað svona 1970 stöf finnst þeir eru með tannstönglu, finnst þið töff? Nei, veist þið, það er svona sexy gæi með kúrikatt og þrjum gallabuxum og laga tannstöngul það er bara ekki þannig það er sexy sko það er ekki strá ég meina, menn er ekkert eitthvað að lappa með tannstöngla notar hann ekki bara á hendur nusli ég held þið, herru, nú spyrir þið ekki hvað við séum að kæfta þér þetta er fólk segir já við og talar í hægra eiraði mannfólki með stærsta raskat með við stærð og líka með dýraríkinu það eru meiri líkur á kynlífströmmu þú sefur á maganum þú getur bætt skapið með að hugsa í erlendu tungumáli þú ert þingstur á mánudagsmótni kannabis tvöfaldur líkurnar hjá konum að fá fullnæðingu í einum hambúrgara frá skyndibitastað getur verið alltaf kjöt úr 100 beljum fólk sem að lítur út fyrir að vera yngra en það er lifi lengur og 35% fólk finnst töffara með tannstöngul og 87 sko þetta geti allt verið kjafta ég ætla að segja sko Egill, því að við erum svolítið saman í þessu við verðum ekki velja sama ég held að þetta sé annarkort kannabisið eða svo á maganum sko
Hvernig þetta geta að stjórna einhverjum, þú veist, draumurinn fari í einhver ákveðna átt upp Ég segja maginn Maginn Svo maðunum Raskati líklega Já, raskati, það meikar ekkert sens Hvað er ykkur að meita rétt? Kjaftaði var 35% fólks finnst töff að vera með tannstöngul og 87% ég það bara til hérna rétt að við byrjaði Það meikar ekkert sens Það er vel gert maður Þannig að það var fullur í þessu kannski voru ykkur hlustundur sem náði því annars svona nánast hérna komið að lókum hjá okkur drengir í dag við minnum aftur á að Alheimsdraumurinn byrjar á Stöð 2 í kvöld klukkan 18:55 og það eru margir búin að senda mig á Instagram hvort hann fari ekki beint á Stöð 2 Plus að sjálfsögðu fyrir að beint á Stöð 2 Plus og ég drengir borgaði 3.800 krónur á miðvikudaginn fyrir 2 bjóra niður í bæ og Stöð 2 Plus kostar 3.990 þannig að sleftu 2 bjóra niður í bæ þetta Stöð 2 meðan í mánu Með að hvað færð þetta er þetta bargain En þú veist, þú fær náttúrulega ekki bara þessa seríu þú fær náttúrulega bara miljón seríur en hérna 3.990 Stöð 2 Plus og það er líka svo fyndið að þegar ég er ofta að hitta fólk hérna ég segi þetta sér no excuses sko ef ég hitti einhvern félag minn og hann er ekki búin að sá ekki drauminn, það bara ákveður þá bara, hvað vilt að ég kaupi þetta fyrir þig og ég borga 3 og 5 fyrir þig 3.990 eða sko, máli er að það er svo margi sem ég hitti hérna, erstu búin að sjá þáttina? Nei maður, kostar ekki bara 20 skallar með þetta? Það er ekki hann, þetta er 3 og 9 Þannig að tryggja ykkur Stöð 2 Plus eða Stöð 2 og svo að sjálfsögðu verðum við allir fjórir ég, Sveppi, Pétur og Steindi í Kringlunni klukkan 2 á sunnudaginn komið takkið high five, takkið þátt í ratleik við ætlum árita plaggöt og eitthvað þannig að endilega tjekkja því á sunnudaginn klukkan 2 annars eigið þið góða helgi kæru hlustendur hafið það gott, við minnum á Blökastið næsta þriðjudag og svo er bara fulli bátur eftir viku við ætlum að enda það hér á sín okkar Aron Kahn sem var einmitt að staðfesta í morgun í brennsluna hann verður á þjóðatíð þannig að það verður ykkur veisla FM 957